Elói, það fyrsti leikur Ástæðan, frídagur í dag, náttúrulega gott að nýta hann í æfingar og fara yfir leik gærdagsins. Hvað takkið frá gærdeginum? Við svo sem, mjög gott að fá frí og mikilvægt að fá heilan dag til að undirbúa þennan leik. Við vitum að þetta er svona leikurinn sem við sáum á dagatalinu fyrir mótið að það væri svona okkar séns á okkar mati. Þó að Pólverjarnir séu mjög sterkir þá eru þeir ekki alveg á sama klassa og Grikkirnir og Frakkarnir til dæmis. En enga síður mjög góður og við höfum ekki unnið á síðustu 2 ár þegar við höfum spilað mótið þeim, þannig að við vitum að mæta góðu liði en þá er gott að fínpússa hlutina og fara yfir svona ákveðna áherslur sem við ætlum að nota á mótið þeim á morgun. Nú ert þú eldri en 20 vetra í þessu, hefur þú spilað á mótið Pólverjum? Já, við spiluðum á mótið þeim fyrir Eurobasket og líka síðasta sumar og þeir eru stórir og sterkir og eiga líka góða og fljóta bakverði, þannig að þeir eru svona með gott blanda lið af hröðum og kröftum strákum og við höfum ekki unnið það ennþá. Þá var reyndar NBA stjarna þeirra með sem var mjög erfiður, Gortat, hann er ekki með núna. Þannig að við ætlum að reyna að vaða á hringinn eins mikið og við getum. Þeir eru með stóran þungan mann í miðjunni sem er ekki fljótur til lappana, þannig að við ætlum að reyna að nýta það og þeir eru ekki eins margir og búa jafnvel til fleiri skot þannig heldur en að vera eitthvað dútla fyrir utan þryggjastöðlun og gefa hann á milli þar. Að reyna að komast á hringinn og Karnovski. Já, og sérstaklega því að þeir eru ekki með Gortat til þess að blokka og reyna að búa til skotin með því að vera árænir en ekki vera svona, eins og segir, verið hálfgerðum handbolta fyrir utan þryggjastöðluna sem við lendum stundum í og við erum að passa að það gerist ekki á morgun. Algjör leikur fyrir ykkur, morgundagurinn, sem talaðum fyrir mótið innu Pólland og svo Finnland, það sem var næst ykkur í styrkleika. Hvernig tjútar það í gang fyrir svona? Er það öðruvísi heldur en móti Grikklandi eða Frakklandi? Nei, reyndar ekki. Það gerir sér allt sjálft í svona stórmóti. Þú veist, maður getur bara verið vaknaður 5 mínútur fyrir leik og með stýrirnar augun maður myndi bara fara í gang svona. Því þetta er náttúrulega bara stærsta svið í körfuboltanum og maður nýtur hverja einustu mínútu en þegar maður sér að Pólverjarnir er ekki eins sterkir og hinna þjóðirnar þá verður maður átt að sjá því að þetta er hægt og okkur þyrstir í fyrsta sigurinn og hann kemur bara á morgun, það er ekkert flóknara en það. Takk.